að segja að skíðalifturnar í Oddsskarði hafi verið gjörnýttar páskahelgina. Alla dagana nema á laugardag var veður hið besta og aðsóknin var í samræmi við það. Á föstudaginn langa komu til dæmis 1000 skíðamenn til að njóta útivistar og náttúrufegurðarinnar í Oddsskarði, en hún mikil eins og sést á þessum myndum. Ómar Skarphéðinsson umsjónarmaður skíðasvæðisins lét líka vel af aðsókninni þegar Þórarinn Hávarðsson ræddi við hann núna helgina. Það svona hægt og sígandi, alltaf aukning. Við erum hins vegar eiginlega bara með fullmetta lyftu, þannig við nánast höfum ekki nóg afköst af lyftum til að geta tekið á móti fleira fólki. Það það sem var að standa okkur fyrir þrjöfum. Eitthvað á döfunum að breyta því? Já, það til plönum það og þá að lengja lyftunum sem núna, lengja hana 100 metrar niðurittir, þannig að við losnum við þessa brekku sem neðri endi lyftunum í, komast niður á jafnsléttu og auka afköstun úr 450 klukkutíma upp í 720 og byggja svo aðra lyftu fyrir ofan sem 500 metrar löng og myndi flytja 500 á klukkutíma, þannig að þá við konum með 1220 á klukkutíma í afköstum. Rúmlega 300 metra fallhæð og 1200 metra lengd rúmlega samanlega. Ég held að þetta staðarval sé alveg einstakt og ég vil efast að þeir menn sem að völdu þennan stað hafi fyllilega gert sig grein fyrir því möguleikum sem þessi staður býður upp á. Og þeir sem hafa komið hér bæði austurríkismenn og Þjóðverjar í sambandi við lyftur uppsetningar hér og tróðara. Og þessi menn hafa allir lýst yfir alveg að þetta væri alveg einstakt svæði frá náttúrunnar hendi. Mjög vel fallið til uppbyggingar og hefði mikla möguleika. Stundar þú mikið skíði? Hvenær sem ég mögulega get, já. Þekki Akureyri og Bláfjöllin og svo þetta svæði, ég var að kynnast í fyrst núna. Þetta gefur þessum stóru svæðum ekkert eftir. Það vantar bara örlítið meiri flutningsgetu. Þessi svæðið alveg frábært. Þetta 8. dagurinn hjá mér á skíðum. Ég var að byrja svona byrjanda námskeiði og var að reyna að fylgja því eftir. Og hvernig gengur? Já, svona, þokkarlega held ég. Allt í lagi bara.